þá af og Ég átti 2 pör, alveg þannig til að ég var 9 ára. Já. Og af og Já. En Þorleifur og Guðrún, þú stóðu nær? Eiginlega ekki. Nei. Þekkturðu Ég þekkti... bæði jafnvel? Já. Ömmupörin? Og ég var, sem sagt, hjá þeim í einn vetur líka á mínum og ömmu Jóni Bersinu og Þorgerði Jörundsdóttur. Já. Hétu þau. Og þau flytja svo í burt. Já. Og flytja til Akureyrar. Það var... Já. Ég veit ekki hvenær, ég man það ekki. Nei. En það... En þú manst eftir Þorleifi gamla, má ég segja það? Já, ég man eftir Þorleifi. Og þið áttu heima í Brekkugötu 1, hvað, stórfjölskyldan? Já. Það var, afi og amma voru efst á sem Trúnu, sem var systir pabba og Sigvalda og þeirra. Já. Og svo bjó Sigvaldi og Sigga og þegar ég fyrst man eftir mér og þá voru Gunni og Egill. Já. Ég man eftir þeim. Já. Og síðan voru pabbi og mamma og við 2 systurnar. Á jarðhæðinni? Á jarðhæðinni, já. Já. Og Þorleifur byggir þetta hús? Mér er sagt það, já. Já. Hvernig kall var hann? Mér fannst hann alveg yndislegur. Já. Lék hann við ykkur krakkana? Nei. Nei. Ég gerði það ekki. Hann elti Egil. Hann elti Egil, já. Það er eiginlega það mesta sem ég man eftir honum, svoleiðis svona úti við. Já. Jú, hann hérna, hann var óskup góður afi. Já. Ef maður kom þangað upp og var kalt á höndunum þá hitaði handan manni mjólk og margt svona sem að kalla voru ekkert að gera. Nei. Ég held sem sagt, hvorki Sigvaldi eða pabbi hefði farið að hita mjólk handa börnunum sín. Nei. Við kulda það, en hann var, mér fannst hann alltaf mjög góður afi, en ég er bara 11 ára þegar hann þetta er. Já. En þú manst eftir þegar hann dó? Já. Ég man alltaf eftir því. Já. Alltaf sé ekki eina dauðsfalli sem ég man eftir hvenær ég heyrði tilkynntum. Já. Ég var í barnaskóla og hérna Dista sem var dóttir læknisins hérna, hún kom hlaupandi og sagði að hún var svo sein því að það hefði verið einhver kall að deyja í nótt. Já. Og svo sagði hún náttúrulega hver það var. Læknir kallaði til? Já, læknir kallaði til. Já. Svoleiðis frétti ég það. Já. Og það er eins og ég segi, held ég eina. Var hann þá orðin sem maður segir, gamall, var hann hrumur orðin hann var rétt rúmlega 70? Já, hann var ekkert hrumur, hann var, eins og ég segi, hann var að elta Egil út allar götur. Já. Þú sagðir eftir Lárusu í framdaðinum að hann hefði sagt að hann hefði mist svo mikið þegar afi Þorleifur dó. Afi Þorleifur dó, já. Það var gott að tala við hann líka. Já. Eitt og annað. Já. En hvernig var Guðrún amma? Hún var bara yndisleg amma. Já. Hún lifir í 2 ár eftir það. Já. Já. Var hún þó ein? Nei, Rúna, þessi Rúna, systir þeirra. Það var rétt, já. Þú sagði það. Sagði hún ekki verið næst elst. Nei, þú varst að segja mér það. Ég man það ekki. Nei, ég man það ekki heldur núna. Og hvernig var fyrir þau að vera hérna efst uppi? Var ekkert meira hægt að mála, klifur upp alla þessar stiga og tröppur og... Ég man aldrei eftir því. Nei. Amma var náttúrulega mjög lítið á ferðinni en hún kom nú oft svona niður á stétt. Já.
Hún átti til dæmis systir upp í félagahúsi, Já, Snjólaug, já, sem var afar stór kona. Hún var bæði stór og þrekinn. Hún kom og heimsótti hana á hverjum degi upp alla þessa stiga. já. Og ég veit ekki hvort þeirra var eldri. Nei. Já, Það er sem sagt Snjólaug. Amma þín að það ekki? jú, langamma. Langamma þín, já. Þau voru sem sagt börn Sigurðar Pálssonar Sigurðar Pálssonar, já. sem var kenndur hvað við Brynnes. Við Átti Brynnes. hann og Hoppbrekku líka eða hvað? Já. En bjóð Þorleifur aldrei í Hoppbrekku, hvernig var það? Hver veistu hver bjóð þar síðast í Hoppbrekku? Nei. En mér finnst eins og þegar ég var lítil að þá hafið þau 8 Hoppbrekku og þá bjóðar enginn. Nei, nei. Og Það var bara eftir bæjarústónum. Já, íbúðarhúsið var bara að hlaða. Það var enn verið að heyja fyrir einhvern eða eitthvað. Já, Það voru skepnur í... já. Jú, þau voru með skepnur hann fyrir ofan Grænulíð. Þannig að fljótlega eftir þetta, hann deyr 47, hún 49. Já. Fljótlega eftir þetta þið flutt á ykkar framtíðar heimili. Já, þá vorum við komin hann að Söðrættir. Já, upp í Hoppbrekkuveg. Já. Já. Manstu eftir einhverju svona atviki sem tengist honum eða þá henni? Eitthvað svona atvik? Nei, ekki. Ég hef tekið mjög illa eftir. Svoleiðis. Já. Vissir þú það, hver átti heima síðast í Hoppbrekku? Nei, já ekki. Það er enginn að búa þarna í ykkar minni. Nei. Ég held bara að þau hafi farið frá Hoppbrekku Já. og það hafi bara verið Þau- hlaða eftir það. Það er nokkuð búið á eftir þeim. Örugglega ekki, sko. Ég man eins og alltaf eftir þessum bæjarústum. Maður var að leika sér þarna. Þannig að Já, manni já, fannst já, eins og já. að væri ekkert svo rosalega langt. Nei, Ekki 100 ár frá því ekki einhver 100, bjóð þarna. nei. Kannski 50. En hérna var Gullugur pappinar Laugu Gullus, var hann eitthvað í Hoppbrekku? Var ekki Skeggjabrekku. Var hann í Skeggjabrekku? Ég hef tekið vitlausa brekku.